Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Svolítið gaman að þessu, heyrðu þið þarna eina setninguna, við segjum oft, veitu, hvað er það versta sem getur gerst? Hvað er það besta sem getur gerst? Og eins og ég nefndi daginn og ég ætla að nefna aftur eða hvað síðast sundag sennilega, að þessi fyrirlesar eru algjörlega frábærir og þessi sem var sitjandi þarna, hann heitir Malcolm Gladwell, hann er þessi Kanadamaður, búinn að skrifa margar bækur. Hann er svona, já, hann kemur algjörlega nýja vinkla bara á lífið og tilvörun og stjórnun og stefnumótun og er hérna ekki svona framtíðarpælari. Já, bara ef ég náði ekki að koma og hlusta á hann, skulle kaupa bækurnar hans því það eru algjörlega snilld. Ég held að sé minnst, ég veit allavega svona cirka 10 sem er búin að skrá sig á GLS hér á föstudaginn. Þannig ef þú vilt vera með þá er ennþá tími og það er ennþá nóg pláss í okkur, held ég. Ég veit svo sem ekki alveg það, því að það getur fólk verið að skrá sig á netinu sem ég veit ekkert En svona er það bara. Þetta verður gaman. Kemur maðurinn út úr búrunum, maður? Hann var fann að halda að hann þyrfti að vera hann í allan dag. Búinn að vera lokaður inni síðan klukkan 2. Góður. Ég glemdi brúsanum mínum. En strákarnir redda glasi. Hve margir voru hérna síðasta sundag? Eða hafa heyrt það sem ég talaði síðasta sundag. Ok, flestir, margir, ekki allir, smá upprifjun bara örstutt. Þetta er eiginlega framhald af því. Og þér reyna komur upp úr hólinni, sem er gróf. Ég var að tala 2 sáttmála. Biblían talar nokkra sáttmála sem Guð gerir við menn. Og 2 stærstu sáttmálanir, svo rættum að sparki í þetta sem ekki, kallinn getur aldrei verið kyrr, sko. 2 stærstu sáttmálanir voru það sem við kallum gamli sáttmálinn, sem er Gamla testamentið í Biblíunni. Ekki allt endilega, en ég meina að sáttmálinn þar er sem það ný, síðan eru ýmsar frásögur og spámenn og ég veit ekki hvað það er sem er í gangi á Ísraelsþjóðinni. Það er Gamla testamentið. Gamla testamentið þýðir gamall sáttmáli eða gamli sáttmálinn. Nýja testamentið, sem er eiginlega bara svona brot af Biblíunni, og það er nýr sáttmála sem Guð gerði og þetta eru svona 2 stærstu sáttmálanir. Það góða er að Guð gerði nýja sáttmála við þig og mig. Margir eru að lesa Biblíuna, svo ég nefndi daginn, lesa alla Biblíuna. Ég man eftir einu sem spyrir, verði ég að trúa allir í Biblíunu til þess að verða kristinn? Mitt fyrsta svar er, nei. Þú getur orðið kristinn án þess að vita einu sinni hvað stendur í Biblíunni. Hvað þú heldur og trúir því. Þannig að það er svolítið merkilegt. Við hefum oft lagt þetta alveg á jöfnu. Ef þú trúir ekki í Biblíunni þá getur ekki verið kristinn. En Kristur er lifandi orð og hann mætir hverjum einstaklingi hvar sem hann er, á vegi sem hann er staddur. Hann getur mætt þeim sem er í göturæsinu, sem aldrei hefur neitt heyrt Guð og kippt honum upp og hreinsað hann, lagað hann, gefið honum trú á sig. Hann getur tekið fína fólkið í jakkafötunum, gert hann sama, breytir engu. Ok? Hins vegar, þegar við erum orðin, tökum trún okkar alvarlega og við mætum Kristi, eða Kristur mætir okkur og þið þekkið þetta örugglega langflest. Það er þetta þegar hann togar svona í hjartað á þér og þú bara, þú skilur ekki, hvað er gerist innan með mér? Þú ert bara að lifa þínu lífi og þú ert bara svona siglingu í lífinu og það er eins og hjá öllum, stundum er það gott, stundum er það slæmt, það er upp og niður og alla vega. Þú ert bara svona siglingu og þú ert með markmið og þú ert með stefnu og allt þannig. Svo finnir allt í einu bara að toga eitthvað í hjartað á þér.
togaði af eitthvað svona andlegum pælingum og Guði og þú sem að, þú veist, kannt ekki einu sinni sko faðirvorið. Þú veist, það var alveg á mörkunum og færir til sko pressins eða fermingunum. Þú veist, þú fóst en þú manst ekkert hvað kallinn var að tala ekki neitt. Svo sagði bara já við altarið. Já, veitu hvað var það sem ég sagði alltaf já við? Já, leiðtogi lífsmins, já, ok. Þú veist, það svona pælingar og svo allt í einu bara fyrir eitthvað gerast og þá erum við bara orðin komin að allt annað leið, allt annað farveg og þetta að dásamlega við það. Þetta gerist stundum hjá ungu fólki, reyndar eru fullt af börnum sem eru miklu opnari fyrir þessari trú heldur en við fullorðni. Við verðum svo upptekin og við erum svo góð og klár, við erum ekki tími í þetta og svo útilokum þetta en svo þegar Guð kemur, þá bara já, ég búin að húka í þig, Halldór minn. Og þú bara eins og laxinn, það bara verið að þreyta þig. Þú sleppur ekkert. Og þegar þú greiðin á land, þá setur hann aldrei út í aftur. eins og gert í dag. Það bara inn með þennan. Og svo hann settur reik. Nei. Sjáu hvað að fara. Þetta dásamlegt þegar þetta gerist. Og þegar við komum á þennan stað, þá förum við alltaf inn að heyra það. Já, Biblían, já. Ok, ég kristinn núna. Já, ég elska Jesú alveg. Ég er bara búin að mæti. Eða Jesús mætti mér bara. Þú veist. Ok, þarf ég þá að trúa Biblíunni? Nú ætlum ég bara að orða þetta þannig. Það ekki spurningin hvort þú þarft. Það sem ég þori nánast að garantera gerist, að það kemur forvitni Biblíuna. Það kemur forvitni hvað stendur þarna. Og jafnvel þeir sem hafa reynt að lesa hana, ekkert endalega með hana heldur á hreinu, og það það sem ekkert skrítið þegar þú hafa verið aldrei reynt að lesa hana, þú sért með hana á hreinu. Það bara svoleiðis. Þetta ég hefði þetta að koma með hana, þetta mikil bók og það fullt af dóti í henni og það alls konar hlutir og þar á meðal þessi tveir stóru sáttmálar sem bara skipta bókinni gamla og nýja. Og það gamla mun þykkara. Og í stuttumáli til að rifja upp áfram, þetta gamla testamenti, eða gamli sáttmálinn, það sem það sáttmáli sem Guð gerði við Hebrea. Það sem við köllum gyðinga í dag eða Ísraelsmenn. Hann gerði þennan sáttmála. Hann náði í þau eftir 400 ára þrældóm í Egyptalandi. Þið þekki söguna, þetta í 2. Mósebók, kemur í gegnum Rauðahafið, gerir kraftaverk þar og leiðir yfir á þurrt land hinum megin í alveg dásamlega eyðimörk. Það segir munið að, ég man eftir einu sem sagði einu sinni, þetta var ekkert kraftaverk. Ég búin að lesa mig til þetta Halldór og Rauðahafið var bara svona þetta var bara sefgrisi, það var svona smá grunnt vatn og smá þetta var bara sefgrisi, þetta löbbuðu bara yfir. Ok, það dásamlegt. Ok, ég segi það svo hafa verið, Guð gerir samt kraftaverk. Nú hvernig þá? Að því allur Egyptski herinn drukknaði í þessu vatn. Þú veist, í svona djúpu vatni. Þannig að either way, þá var þetta kraftaverk. Svo koma við í land, hann hinum megin og þá gerir Guð sáttmála við þau. Og sáttmálinn gengur, í þessu sáttmála birtist það sem að venjulega kalla lögmál Móse. Í lögmáli Móse meðal annars boðorðin 10. Þú skalt ekki, þú skalt og allt þetta. En það gott betur það. Sáttmálinn fól í sér, haldið ykkur fast, 613 boðorð. Heyrði ég segja, Jesús minn, sagði það ykkur. Því það var, nákvæmlega, það var rétt. Því að það var akkúrat það sem við þurftum. Við þurftum Jesús minn til að bjarga okkur út af þessum pakka. Það var bara svoleiðis. 613 boðorð. Og þau voru allt. Það var náttúrulega þetta sem við þekkjum best. Þú skalt ekki myrða og þú skalt ekki stela og allt þetta. Síðan var það hvað þú átt að borða og ekki borða, hvernig þú átt að klæða þig og ekki klæða þig. Þú veist, hvernig þú átt að sofa og ekki sofa. Konur, hvað átt að gera þú fyrir á túr. Þú veist, það bara allur pakki.
613 og Ísraelsmenn voru það skammsýnir, þessi, það er ekkert mál. Þeir sögðu það, við getum þetta allt saman. Því að Guð sagði, það hangir á þessu loforð. Það er sem sagt, ef þú stendur í rosa vel og heldur öll mín boðorð, ekki bara 3, öll, þá mun ég blessa þig. Þetta er svaka dýl. Þú veist, ég vil alveg blessa Guð, en 603, ég veit ekki hvernig ég get það. Og það kemur reyndar í ljós. Þeir bara gátu alls ekki. Þeir bara gátu ekki haldið þetta. Því að krafan var þessi, og hlustið vel á, þetta er það sem við förum á, misskilum oft. Krafan var þessi, ef þú brýtur eitt, ef þú borðar humar, það var bannað. Það var bannað að borða humar. Ef þú borðar svínakjöt, þar fór hamborgarhaukurinn. Ef þú borðar þetta, þá ertu brotlegur við öll hin 612 og farið ekki blessun. Þetta er alveg skelfilegur dýl. Nema þeir takist að halda þetta. Þú veist, þetta er alveg skelfilegur dýl nema þeir takist að halda þetta. Þeir voru svo rognir þegar héldu það nú. Nei. Það sem að lögmálið gat ekki gert fyrir fólkið. Lögmálið sjálft var ekki vandamálið. Fólkið var það. Sjá, það var að, ég skil alveg, ég á ekki að drepa, ég skil alveg, ég á ekki að stela, ég skil alveg, ég á ekki að gera þetta. Það er ekkert að því. Það er bara allir þessi hlutir, ég get ekki. Hjarta mitt er bara þannig að ég stelst í svínakjötið. Hjarta mitt er bara þannig að mér finnst humar geggjaður. Þú veist, og á kvöldin þegar allir er sofnað, þá er ég bara að elda humar. Og Guð auðvitað sér það og segir, hvað heldur þú að þú sért, Halldór? Heldur þú felur þetta eitthvað? Skilu? Þannig að þetta er alls ekki góðu dýl. Gamli sáttmálinn þessi virkaði ekki vegna þess að hann var vondur, hann var erfiður, en hann var ekkert vondur, hann var ekki að biðja neitt vond. Það virkaði ekki vegna þess að fólkið gat bara ekki staðið undir þessu. Það bara gat það ekki. Og af því að fólki brást, þá eyðilagði sáttmálinn á lokum. Ok? Guð kemur svo með Jesú Krist, fæðir hann á jörðina og Jesús vexti því þekkjusögun, ég ætla ekki að fara í allt það að koma jól og svolítið, þá fórum við að heyra jólaguðspjallið og hvernig þetta gekk allt fyrir sig. Og síðan vex hann úr grasi og þegar hann er 30, þá fer hann af stað. Hann var reynda búinn að vera sem pottormur í musturinn eitthvað og þú veist, spekingarnir klóruðu sér í hausnum, hvað strákurinn er þetta? Hann var með svo mikið vísdóm, en síðan fer hann af stað 30 og hann byrjar að tala Guðsríkið. Hann byrjar að lækna sjúka, hann byrjar að kenna eitthvað og tala eitthvað, bara eins og enginn hafði gert. Það náður. Hann fer síðan á krossin og deyr, þetta þekkjum við á páskorum, og hann fer síðan á krossin og deyr og hann rís upp, Guð reisir hann frá dauðum til nýs lífs. Við dauðan, Biblían kennir okkur, hlustið nú vel á, hér er triksið. Þegar hann fer á krossin, þá segir Biblían, þá tekur hann þetta alla mennin og konunnar og börnun og allt sem gátt ekki haldið 613 búðurinn og þig og mig og alla framtíðamenn á krossin með sér. Þetta er svona, veitu, já, hann sem sagt tekur mig í minni sjálfselsku, í minni eigingirni, í minni synd sem í mér er innst inn í anda mínum og deyðir hana á krossinum. Ég dó ekki í holdinu, en það sem var inn í mér og var andstætt Guði, hann deyddi það. Hvernig gerir hann það? Með krafti síns heilaga anda og blóðs Krists, þá kemur hann og gerir þetta. Þetta er kraftaverk. Þetta er mystík
sem ekki alltaf auðvelt að útskýra og eiginlega bara ekki hægt að útskýra, en margir hafa sleppt úr kristindómnum. Af hverju hafa þeir sleppt þeim? Vegna þess að þeir verið að frekar taka 613 boðurinn, velja úr þeim eitthvað sem þeim halda þeir geti haldið og setja það inn í kristindómum með sér. Með öðrum orðum, blanda saman gamla og nýja sáttmálanum. Þess vegna heitir yfirskrifturinn þessu súkkulaði og sjampó. Þú borðar ekki súkkulaði og sjampó saman. Sjampó er vont, já, það er vont á bragðið. En er það gagnslaust? Nei, það gerir gagn. Já, sem sjampó, einmitt. Það hefur ákveðin tilgang, ákveðin hlutverk. Og gamli sáttmálinn hafði ákveðin tilgang og ákveðin hlutverk. Súkkulaðið hinn nýji sáttmáli vil ég frekar kalla, að sjálfsögðu með sitt hlutverk. En þú blandar því ekki saman. Og streð margra kristin og trúaðra manna að vera alltaf að reyna að uppfylla það gamla leiður að reyna að uppfylla það nýja. Því að góðu fréttirnar þær að þegar Guð gerði þennan nýja sáttmála, þá gerði hann ekki sáttmálan við þig eða mig. Þú og ég hefum klikkað á þessu jafn mikið eins og hinir, sjáðu. Hann gerði sáttmálan við Jesú. Því Jesús og Guð gerðu sáttmála. Hvorugur þeirra klikkar. Þess vegna sáttmálinn eilífur. Síðan segir hann, hei Halldór, þú, Jóna, Gunna, Siggi, Bjarni, Pétur, þið mig koma með. Þið mig vera hlut af þessum sáttmála. Reyna að útskýra þetta á svona skiljanlega máta ef þið voru með húsnæðislán í hruninu. Og lánið okkar fór á hvolf. Það bara, þú veist, 25 milljónir var bara, ég er okkur, 50, ég er bara, þetta er búið. Það var allt á hvolf. Það er ótt að segja að húsnæðislánið var ekki gott. Talandi um að það var með komið upp í 8-9% vexti og eitthvað svona sko. Ég er svo gamall að ég man eftir þegar ég keypti mínu fyrstu íbúð, þá fór verðbólgan yfir 100%. Ég er ekki að grínast. Einhver eitthvað mun eftir því. Hún fór yfir 100%. Ég held að það hafi verið 1980 upp úr því. Hún bara eins og í Argentínu, Ítalíu, eitthvað þar. Jæja, nú síðan gerður nýr díll, lánið þetta er lagað. Og ekki bara er það lagað, heldur það er svona hópumsókn. Þú veist, allir þessi hópur sem að tilkynna sig inn, við tökum öll ykkar lán saman, setjum þau hérna inn og banki skrifa nýtt lán á miklu betri kjörum, lækkar greiðslubyrðina og gefur algjörlega nýjan díl. Við höfum ekki til þess unnið. Ég meina, það var ekki það að við værum svo góð við bankan að hann ákvað að gera þetta fyrir okkur eitthvað svoleiðis, þeir bara ákvað að gera þetta. Nýji lánið, nýji samningurinn, hann er betri en sá fyrri. Þetta er svona léleg mynd, heimsleg mynd upp á þess að samningurinn sem Guð gerði við Jesú og leyfir okkur ár með er miklu, miklu betri. Þá ætla ég núna bara að taka á nokkur hlutum, þetta er til að hjálpa þeim sem eru enn á því að það sé nú ekki alveg búið að afgreiða gamla sáttmálann. Hlustið á þetta? Ég las þetta síðast, ég ætla að rifja þetta upp. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísrael eftir þá daga segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera þeirra Guð og þeir munu vera líður minn. Enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum. Við erum alltaf að kenna hvort öðru. Er það ekki? Þú átt ekki að vera svona. Vertu svona. Ekki. Við erum alltaf að segja við þurfum þess ekki. Ef andi Guðs býr í þér, láttu hann leiða. Þetta leysist úr þessu öllu. Allir munu þeir þekkja mig, jafn smáir sem stórir munið hennar ræsunu hinn í jakkafötunum allir. Þegar ég mun vera vægur við misgjörðu þeirra og ég mun ekki framar minna synda þeirra. Ég mun vera vægur við misgjörðu þeirra. Ég nefndi það síðast, ég ætla að nefna aftur, þetta er svo góðu punktur. Í gamla sáttmálunum var sagt að, og Guð sagði, ég mun vitja misgjörða foreldra ykkar niður á annan og þriðja ætli, kalli minn. Þetta var góð díl. Not so much. Hér segir hann í nýja sáttmálanum
mun ég ekki einu sinni minnast misgjörðir þeirra. Við þurfum ekki lengur að fara og brjóta einhverja bölvanir í ættminni aftur í tíðina því hún alltaf komin niður á mér. Misgjörð þeirra ekki komin niður á mér. Ég með nýja stöðu í Guði. Vandamáli að til að lifa þar þurfum við að vita það. Og af því við vitum ekki, við höldum að hitt ég ennþá, þá erum við alltaf þar. Þess vegna erum við að bögglast þar og streða þar og puða þar. Ég mun ekki framar minna synda þína. Allt í lagi, Guð, ég skal minna þig á þær. Þú veist. Og við gerum það. Við erum alltaf, fyrir ekki ég moðkur, ég aumur hundur, og svo kemur allir pakkin, hvað ég mikið lélegu pappír, veist, og ég alltaf að minna Guð á það, ég með fullt af syndum, Guð, og Guð sér, hvað sér þau? Ég man ekki eftir þeim alltaf, því ég búin að hreinsa þig að þeim. Þetta frelsi. Við eigum ekki að lifa einu gamla sem alltaf að minna okkur á. Þau þurftu að fórna einu svona ári lágmark til þess að þið hylja syndir sínar til hvers, vegna þess að það þurftu að minna á að syndir voru fengu fyrirgefningu bara í 1 ár. Í dag hann búinn að fyrirgefa í 9 sáttmála eilífð. Eru þið með? Ég bara að spyr, þú svarar bara í þínu hjarta. Hvort langar þið meira í? Og það sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, sem miklu betri, þá hefur hann lýst hinn fyrri, sem gamli, úr eldan. Og það sem að úreldast og fyrnast, það kemur að því að verða engu. Nema við höldum í því í lífinu. Við erum mjög duglega að halda gamla sáttmálum í lífinu hjá okkur. Sumir vilja meina að við eigum að vera með öll boðorðin inni 613. Mínus. Þú veist, þeir sem nútíminn ekki lengur nútímalegt. Já, hvað, einmitt. Veitu hvað? Hver sorterar út, hvaða boðorð hver ákveður það? Guð sagði bara, það allt eða ekkert, krakkar mínir. Þú fer ekki að velja núna. Og Guð sagði, já, býtu, heyrðu, hvað segirðu, Siggi? Ég þarf að biðja fyrir þessu. Nei, þú farið ekki að sleppa. Sérlega, hver ákveður? Hér koma ein rök og hlusti nú á og ég ætla að reyna að svara þessu því þetta svolítið trikki. Kannski ef ég minn bara dýpri hólu, ég var að reyna að kosta upp úr þessu, sko. Hlustið þetta. Ein rökin, og ég hef verið þar, þetta allt svona ferli, ein rökin fyrir því að því gamla sé ennþá í gangi að Guð bara breytti hann tók þetta af steintöflunum og nú setur hann þetta bara á hjartaspjöldinu og skrifar öll lögum 613. Nei, býtum við, tekur Guð sem sagt lögmáli gamla, 613 boður og skrifar núna á töfluna hjá mér, hjartatöfluna. Hugsaðu þetta, það sem hann meinar? Getur það verið? Hlustið á þetta úr Rómverjabréfinu. Þetta svarar í. Allir þeir, nú hann að tala fólk, þetta fyrir Krist, þetta þeir sem aldrei hafa kynnst Kristi, veit ekkert þetta. Allir þeir sem syndgað hafa án lögmáls, það að segja, þá erum við að tala þá sem ekki gyðingar og ekki hebrear, þeir voru þeir einu sem höfðu gamla testamenti og gamla lögmálið. Þeir bara afgröfum þetta, krakkar. Gamla testamenti var skrifað fyrir gyðinga. Ekki fyrir þig og mig. Kem að því eftir hvort við getum ekki lært samt eitthvað að því. Allir þeir sem syndga hafa án lögmáls munu og án lögmáls tortímast. Og allir þeir sem syndga hafa undir lögmáli munu dæmast af lögmáli. Og ekki eru heyrendur lögmálsins réttlæta fyrir Guði heldur munu gjörundur lögmáli. Þannig að kemur það. Það er ekki nóg að heyra, þú eru að framkvæma allt af allt og þá verður réttlætur. Hlustið svo þetta. Þegar heiðingjar, það er sérst fólk utan Ísraels á þessum tíma, áður en Jesús fæðist, þegar heiðingjar, það eru útskýrað nokkuð heiðingjar einu svona, ég er búin að gera svo oft hérna. Já, það er málið, sko.
Sko, í dag heiðingi þetta svona skammariri, þetta meiri heiðingin en það. Veist, en það ekki þarna. Heiðingi þýddi bara sá sem var ekki í Ísrael og bjó í heiðunum. Ég ekki að grínast. Tilheyrði sem ekki gamla sáttmálanum. Á enskunni þetta orð heathens. They lived in the heaths. Það orðið. Þetta var bara orð sem var notað yfir alla sem voru fyrir utan gamla sáttmálan. Ok? Ekki skammariri, bara til að útskýra. Nú svo segir, þegar heiðingjar sem hafa ekki lögmálið, voru semst ekki inn í gamla sáttmálum, hlusti á þetta, gjör að eðlisboði það sem lögmálið samt býður þeim. Þá eru þeir, þótt þeir hafa ekki lögmálið, töflurnar og 613 skrifa og allt svoleiðis, sjálfum sér lögmál. Þeir sýna að krafa lögmálsins rituð á hjörtum þeirra. Með því að samviska þeirra ber þessi vitni og hugrenningar þeirra sem ýmist ásaka þá eða afsaka þá. Ef lögmál Móse var ritað á hjörtu allra heiðingja áður en Kristur kom, það þá trykkið að taka núna fólk sem hefur eignast trún á hann og rita það svo aftur á það. Skiljið hvað bara? Býtum við, hvað ritaði hann þá á hjörtuna á okkur? Ef það var ekki þetta. Ég búin að sýna ykkur að svart og hvítu úr Biblíunni og við trúum henni að lögmálið Móse var þá þegar ritað á hjörtu allra manna. Svo þegar þú kemur til Krists, gengur inn í nýja sáttmála og hann segir, þá mun ég rita lög mín á hjartaspjöld þeirra, þá útilokað að hann sé að tala lögmál Móse. Því það var þá þegar. Þið með? Svolítið svona trikki í. Ég elskar svona stöf. Mér finnst þetta gaman. Réttum hönd sem mér finnst það líka gaman. Nei, einn ægilega, enginn að hlusta á mig. Ægilega, meðvitaður sjálfan sig. Gamli sáttmálinn var sem sagt þegar ritaður. Hlusti nú á, hér kemur skýringin. Þegar vísað til lögmálsins, laga Móse, þá var það alltaf í eintölu. Orðið alltaf, þú veist, ef við nota enskuna, því að það erfitt að gera þetta í íslensku, vegna þess að lög bæði eins í eintölu og fleirtölu hjá okkur. En í enskunu það law, the law, alls þar sem þýtt the law, bæði í gamla og nýja, verið að tala lögmál Móse. Og í Nýja testamentinu talað það á fjöldastöðum. En á 2 stöðum, bæði í Hebreabréfinu, orðið í fleirtölu. Sem að þýðir, hlustið á, ég mun rita lög í fleirtölu, the laws on their hearts, eða hjörtu þeirra. Það í þessum kafla, 8. held ég þetta sé, og svo í 10. kafla. Og það sama setning, leggja lög mín í hugskot þeirra. Það þýðir, og þetta fleirtölorð, lög mín. Ég mun leggja my laws, ekki lögmálið, sem að þá þegar skrifa á hjartaspjöldum mannana. Samkvæmt ritningunni sjáðu. Þið verðið að skilja, ég ekki að búa þetta til. Þú veist, þegar þið flettið upp í Biblíunni, þá sjáu þið nákvæmlega setningu. Þetta ekki, Biblía Halldórs. Það ekki svoleiðis. Þetta bara nákvæmlega sem stendur. Í Hebreabréfinu orðið lög fleirtölu orð. Og í þessum setningum, þar sem þetta fleirtölu orð, verið að opinbera nýja sáttmálan í Kristi. Það verið að vísa til nýrra lögmála í fleirtölu sem koma fyrir í Nýja testamentinu skoðið, sérstaklega þau opinberið í Rómverjabréfinu. Það lögmál lífsins anda og lögmál trúarinnar. Þetta lesiði Rómverjabréfið. Það sagt,
það er búið að losa okkur við hitt, lögmál syndar og dauða, og það er búið að setja í okkur lögmál lífsins anda og trúar. Með öðrum orðum, elsku vinur, þetta kerfið okkar fekk ekki Windows uppfærslu. Við erum komin með Linux. Ég meina, það er bara algjörlega skiptum kerfi, það virkar bara allt öðruvísi. Þetta er ekki uppfærsla á gamla sáttmálanum, þetta er nýr sáttmáli. Jakob, sem var eiginlega svona forstöðumaðurinn yfir kirkjunni í Jerúsalem, hann kallar þetta lögmál frelsisins. Má ég lesa? Þótt einhver héldi allt lögmálið, þarna er að vísa í gamla, þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá var hann sekur við öll boðorð þess. Jesús kom ekki til að hjálpa, ég ætla að koma því á þér, ég var svo spenntur í hausnum sem ég ætla að segja næst. Þetta er gaman þegar þú ert að tala, þú ert svona spenntur sem þú ert að segja og þú ert komin undan þér. Þótt einhver héldi allt lögmál en hrasaði einu atriði, þá var hann orðinn sekur við öll boðorðin. Því að sá sem sagði, þú skalt ekki hórdómdrýja, sem var Guð, hluti af boðorðunum, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó þú drýir ekki hór en fremur morð, hann tók hann rosalega stór svona boðorð. Hann hefði alveg eins geta sagt, þú skalt ekki éta humar og ekki éta svínakjöt. En þó þú étir ekki humar en bara svínakjöt. Hann var nýbúinn að segja það. Þú verður að halda, þú mátt ekki brjóta eitt. Ekki eitt, þá ertu sekur. Þá ertu búinn að brjóta allt lögmálið. Svo kemur hvatningi til hinna trúuðu, til þín og mín hinna kristnu, sem eru við fengið hlutdeild í hinna nýja sáttmála. Þess vegna skulu þið nú tala og hegða ykkur eins og þeir sem eru dæmdir eftir lögmáli frelsisins. Hann er að bera þetta saman. Við erum frjáls, krakkar. Við erum frjáls. Ég er allavega. Þið líka. Yey! Hegðið ykkur nú talið eins og þeir sem eru dæmdir að dæmast eftir lögmáli frelsins. Hvað er í frelsinu? Fyrirgefning, réttlæti, Guð elskar mig. Þú veist, dásamlegur Guð. Lögmál Móse kom alltaf sem einn pakki. Þú gast ekki valið úr pakkanum. Það fá þess að sódastrýmtækiðina. Má ég vantar bara flöskuna, má ég taka hún úr kassanum? Nei, voru að kaupa pakkan. Já, en ég á svona, þú veist, ég á þetta. Þarf bara 2 flöskur. Já, nei, því miður. Þú keyptir bara pakkan eða ekki, sjáðu. Og lögmál Móse var þannig. Það kom bara einn pakki, þú gast ekki valið úr. Þannig að Guð, það var annarkvort 613 boðorð á hjartaspjöldin eða ekki. Og ef svo var, ef að það er satt að Guð sendi Krist til að hjálpa þér og mér að halda lögmál Móse og 613 boðorð. Má ég spyrja þig hvernig gengur? Hvernig gengur? Hve margir eru með hamborgarhrygg jólin? Brot. Búið. Sekur við allt lögmálið. Já, Halldór, þetta er ekki alveg, byrju, hver segir? Hver ákveður hvaða lög eru ekki lengur inni og hver eru inni? Ef maður ritaði öll á hjartaspjöldin og sendi Jesú til að þú getur nú haldið þig loksins, verið ekki eins og þessi aumingjar Hebrear sem sögðust geta að gátu það ekki. Hvernig gengur? Hvernig gengur hvíldardaginn?
hvíldardagslög, sko, reglunar saman hvíldardaginn eru ekki bara að þú skalt halda hvíldardaginn heilagan þó það standi. Það eru alls konar hlutir. Þú mátt ekkert gera. Engin skíði, sko. Á laugardum. Takk eftir, sunnudagurinn ekki lengur hvíldardagurinn, laugardagurinn. Byrjar 6 á föstudegi, fram til 6 á laugardegi. Enga skauta hérna á tjörninni núna á morgun, kallið minn, þú var sér gott frost. Ekkert, þú fer ekki út í búð, það ekkert krónar, ég skelli mér það er búið, þú eldar allt kvöldið áður, þú veist, þess að spyrja þetta, hvernig gengur? Með öðrum orðum, ef þú trúir því að lögmál Móse hafi verið ritað á hjartaspjöldiðin og Jesús hafi verið sendur til þess að þú myndir halda þig á öll og geta það, þá ertu big failure. Og ég líka. Að því við erum öll búin að klúðra þessu. Öll. Það þýðir ekkert að breyta þessi yfir í lambasteik eða eitthvað svo þessu jólunum til þess að redda sér. Það eru hundruður annara hluta sem þú ert ekki að standa við. Skilur hvað er að fara? Og samt boðum við þetta, samt kennum við þetta, samt fjötrum við fólk í þessu og þau fólk streðar og reynir og hvað fylgir því? Sekt. Af því enginn hér og enginn sem er að hlusta og enginn á Guðs fólki vill bregðast Guði. Við elskum og viljum gera allt fyrir hann. Þannig að þegar við klikkum, þá kemur sektarkennd. Í þessu gamla. Í hinu nýja segir, það er engin fordæming fyrir þá sem eru í Kristi Jesú. Engin. Nýji sáttmálinn, elsku vinir, er eina leiðin til að ganga inn til hvíldar, öryggis, réttlætingar, hreinlætis hjá Kristi í hans kærleika og það er engin fingur að benda á mig. Og þá og það er klassiska spurningin. Já, má maður þá bara hegða sér alveg eins og bavíani? Og bara, við vorum að fara yfir það með allt lögmálið, Móse. Það er náttúrulega rúmast, kannski nánast allt rúmlega það sem nútíma maðurinn er að ströggla við. Þetta snýst ekki um það. Þetta snýst um það. Og ég ætla að nota aftur kerfi Windows og Linux. Þú veist, þetta er ekki uppfærsla á Windows. Þetta er nýtt stýrikerfi. Það hins vegar er það öflugt að það gefur þér kraft til að leysa vandamál á tölvunni sem hitt gamla gerði ekki. Með öðrum orðum, Kristur í hinu nýja lögmáli lífsins anda, hann tekur hjartað þitt og kraftur hans leysist til þess að lifa Guði þóknarlega. Og ef það klikkar, þá áttu árnaðarmann. Áttu bara árnaðarmann. Veitu hvað iðrun þýðir? Biblíuleg iðrun, veitu hvað orðið þýðir í biblíutextanum? Iðrun þýðir að skipta hugafar. Iðrun er ekki fyrirgefðu. Ok. Ég er ekki að segja að það sé rangt að finna til einhverja sektarkenndar ef maður virkilega er segur. En vitið að sumir gráta fram fyrir Guði í sektarkennd og átta sig ekki á því að það er engin fordæming í þeim. Iðrun þýðir að skipta skoðun. Iðrun þýðir ég er hér í dag og ég hugsa þetta svona og nú ætla ég að skipta skoðun, ég ætla að iðrast. Og ætla ég að hugsa svona. Með öðrum orðum, ég ætla að fara úr Windows uppfærslunni yfir í Linux. Það er iðrun. Það er skipta skoðun, finna Guðs vilja og ganga inn í hann. Síðast sem ég les og hlusti, þetta er að síðast, ég lofa ykkur. Engin treysti mér í þessu leik. Alveg. Engin fordæming, þetta er lykillinn. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið.
Jesú Krist. Það, fagnaðarerindið, kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Svo stendur gyðingur fyrst en einnig Grikkjum, sumir halda hvað þeir gyðingar eitthvað spes. Það ekki það, heldur bara þeir fengu fagnaðarerindið fyrst. Þá bara var fyrst predika þar, sjáðu, síðan hinnir. Það ekkert með að gera þeir sem aðra settur. Nei, Guð fyrir ekki mangarinn álit. Svo kemur því. Af hverju það þessi kraftur? Af hverju fagnaðarerindið Jesús Krist svona mikill kraftur og af hverju skammast ég mín ekkert fyrir það þó að sumum finnist það hallærislegt? Vegna þess að í fagnaðarerindinu réttlæti Guðs opinberað frá fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttlæti minn lifa fyrir trú. Með öðrum orðum, það sem að fagnaðarerindið Jesú Krist og þetta sem nýji sáttmálinn gerir, takt eftir, það kraftur. Við gerum fagnaðarerindið oft rosalega máttlaust. Já, það alveg stórkostlegt, Jesú kom til að hjálpa okkur, en ég verið samt að gera þetta allt þetta. Nei. Þú þarft ekki að puða lengur í þessu. Við erum frjáls til þess að vera í honum. Og hann gefur kraft til hvers? Til að réttlæti Guðs opinberist í þér og mér. Hvað réttlæti? Það rétt staða framfyrir Guði. Það það að ég má standa keikur framfyrir Guði mínum, vitandi það að hann heldur engu í gegn mér. Hann elskar mig á öllu hjarta. Hann búinn að gera allt sem þarf til að koma mér í samband við sig. Hann hefur sætt heiminn við sig og ég svo sannarlega hluti af heiminum og ég á þessuna aðgangum að standa hér réttlættur. Ekki vegna góðra verka minna, ekki vegna þess að ég standa mér svo rosalega vel og ekki einu sinni vegna þess að ég held 5 af þessu 613 boðunum með hjálp Kris. Ekki einu sinni það. Bara fyrir trú. Það lögmál trúarinnar. Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.